gerandi átaður og hann neitar sök, þeir neita alltaf sök, Þórarinn, þetta vitum við. Ef að þeir segðu alltaf satt, að þá væri náttúrulega engin kynferðisbrot á Íslandi. Skilu, það er ekkert öðruvísi. Þetta vitum við. Málsmetandi fólk sem bara argar og gólar á að taka saklaust fólk af lífi. Sama fólk sem að hefur gefið skít í þolendur, alltaf. Æja, Hanna, hvað segirðu gott? Ég segi nú bara alltaf ágætt. Er það ekki? Já, en þú sjálfur? Ég mjög góður. Já. Það sko, mér líður pínu, þegar við höfum talað svona hugmyndafræðilega baráttu og þannig. Já. Sko, mér finnst eins og hún sé að bera ávöxt. Þú myndir kalla það bakslagið. Og við ætlum svolítið að ræða það í dag. Ok. En byrjum á. Sko, ég var að fara yfir gömul mál sem að hafa að gera með byrjaði sem kyrkingar í kynfræðslu. Manstu eftir þessu? Já, ég man eftir þessu, Þórarinn. Sko, ég var að fara aftur yfir þetta viðtal og var að skoða með Siggu Dögg og hvernig sá stormur allur hvernig svona orsakaðist. Það var svo áhugavert, það sem mér fannst meika svo mikið sens hjá þér, að það var vissulega eitthvað sem ég held að foreldrar líka hafi mikið áhyggjur af, sem bara einhver svona ákveðin klámvæðing. Svo var ég að fara yfir gömul viðtöl við Siggu Dögg hjá eiginkonum og fleira, og þá var þetta sko eins og þegar viðtölu við tekið því í Kastljósi, þá var allir bara nei, við erum bara svona að reyna að útskýra fyrir krökkunum hvernig þetta virkar. En svo einhvern veginn í öðrum viðtölum þá var að vera alveg að peppa OnlyFans og einhvern svona stórfurðulega þætti. Þú endaðir á að biðjast afsökunar og það fannst þú að hafa of mikið tranaði frammi. Svona þegar þú horfður tilbaka, fannst þér svo afsökunarbeðni eiga rétt á sér? Já, sko, ég veit ekki alveg hvað tekja og taka á þetta, sko. Ég var undir rosalega mikilli pressu og ég á alveg tilhneigingu til að panika pínu, þú veist, og og ég var undir mikilli pressu og Sigga Dögg kom fram grátandi, þessum hún tók sig upp grátandi sem sagt og birti á samfélagsmiðlum undan mér. Og sko ég gerði þetta vegna þess að ég vildi ekki að einhvern veginn það myndi skyggja á málstaðin minn sem ég trú og baðst ekki afsökunar á. Ég vildi einhvern veginn ekki skyggja á hann og ég vildi bara einhvern veginn ljúka því að ég hefði verið rosaleg tík. Sko, mér fannst það ekki sjálfri. Nei, mér fannst þú bara að vera, sko, þú varst hörð á þínu. En það var ekki já, en ég sagði, ég kallaði hann ekki ónöfnum eða, þú veist, ég öskraði ekki á hana, þú veist, ég hef oft verið dónulegri við fólk, sko. Já, en það sem var líka svo sérstakt við þetta var að þú sagðir, mér þykir óskynsamlegt sem sérfræðingur á sviði kynjafræðinar að við séum að kenna ungum krökkum og sérstaklega á stúlkum að vera í einhver svona klámvæðingar fasa í svona, sinni vegferð í skólakerfinu. Það var það sem þú varst að segja og þú sagðir, þú ert samt að tala ákveðna klámvæðingu og hún einhvern veginn sagði, já, nei, það er nú ekki þannig. Ég var alveg bara, ha? Já, sko, og þarna ætla ég nú bara að segja í fyrsta skipti opinberlega þetta. Það sem að mér fannst smá skrítið, en það á sama tíma smá dæmigert líka, að það fullt af fólki sem að veit að ég var að tala sannleikann, sem að voru vitni af því þegar hún hefur gert þetta sem að ég sagði hún hefði gert og við, María, sem að skrifum greinina, en fólk steði ekki fram. Ef ég gerði það, en ég kannski ekki sá maður sem að þú ert að leita sem stuðningi. Kannski, já, ég meina auðvitað, sko, stuðningur, en ég hefði þetta viljað bara fá, sko, fjöldan sem að veit að ég var að segja satt. En það gerist ekki. Og ég skil alveg, þú veist, af hverju, ég er ekki að dæma fólk fyrir að hafa ekki gert það, ég skil af hverju, fólk er bara hrætt og vill ekki taka afstöðu og er einhvern veginn bara svona, þú veist, já, nei, ég ætla ekki að blanda mér í þannan fórapitt kannski eða whatever. En
Sko, ég sagði sannleikan og ég baðast ekki afsökunar á því. Já, þú baðst samt afsökunar á þínu Framkomu. Já, framkomu, já. Ég nefnilega sko, það sem er alveg áhugavert út af því að við erum nú að fylgjast með svona, ég myndi segja stemmingunni breytast. Hún hefur færst miklu meira í átt af því sem að ég tel vera eðlilegt og ég einmitt eins og þú talar mikið gegn að við séum ekki að taka fólk af lífi. En hérna, sko, það var náttúrulega ákveðin, sko, fyrirsjáanlegar afleiðingar af þessu viðtali var náttúrulega ástæðan fyrir því að enginn stegi fram var út af því að á þessum tíma þá var bara verið að tala niður fólk sem að sagði, heyrðu, ég held að sé óskynsamlegt að ungar stelpur séu að fara og búa til efni á OnlyFans. Þetta var ótrúlegur tími. Það sem við vorum bara að tala um það, já, nei, sko, OnlyFans er nú bara að vinna. Þú veist, erum við ekki að selja líkama okkar alltaf þegar við erum að fara í vinnuna? Er þið eitthvað biluð það? Þið eru ekkert bara að selja líkama ykkar, nei, en að selja vinn ykkar. Þið eru að selja líkama ykkar og sko framtíðar ákveðið svona, já, ég ætla ekki að segja status, en ég meina að sjálfsögðu hefur þetta áhrif á þig til lengri tíma. Sko óháð því hvað áhrif, félagslegu áhrif þetta hefur, það hefur þetta líka slæm áhrif á þig sem persónu síðan með, sko. Já, eins og hefur komið í ljós. Nákvæmlega. Þegar tíminn leið, þá auðvitað fóru stelpur að stíga fram og segja frá sinni raunverulegu upplifun og þetta er algjörlega í dúramál við það sem við höfum séð af konum í vændi sem hafa sko stigið fram og sagt að þær væru ánægðar í því sem að þær voru að gera og svo líður tíminn og þær fara út úr þessu og þá einhvern veginn fara að skoða málin í öðru ljósi og sjá einhvern veginn áhrifin á sig. Og sko þetta er svona einhver sjálfsbergar viðleitni og mekanismi sem að fer í gang. Þú vilt bara auðvitað halda sjálfur þér á floti. En málið er að sko í fullkomnum heimi, það sem að algjört jafnrétti ríkir og þú veist að þá er kannski ekkit óhugsandi að hugsa sér eitthvað svona, skilurðu. En í samhengi hlutana, það er það sem við þurfum að hafa. Hefur menningin og ólíkar menningar litið á líkama kvenna og frelsi kvenna til dæmis bara kynferðislegar hegðunar, skilurðu, að þú veist, þetta bara, við erum ennþá þar að stelpur og talandi um að taka af lífi, sko, að tekna af lífi fyrir að sofa hjá einu strák og mikið, sko, þú veist, ég hef verið með grátandi mæður í símanum, sko, þetta er og þú veist, og þetta er bara algjör og það er einhver lína þarna, skilurðu, sem að og þú veist ekki hvar hún er og hvað talan er margir og svo bara býr fólk til auðvitað og segir bara eitthvað og enginn spyr og við höfum aldrei talað um hvernig þessar stelpur eru teknar af lífi, skilurðu, hvernig konur eru teknar af lífi fyrir það hvernig þær stunda sitt kynlíf. Af hverju höfum aldrei gert það, Þórarinn? Af hverju höfum aldrei lagst svona áranna saman sem samfélag og risið upp með stelpum sem hafa verið teknar af lífi? Af hverju höfum ekki risið upp sem samfélag þegar að þolendur kynferðisofbeldis hafa verið teknar af lífi, útskúfað úr fjölskyldum, hrakin úr sveitafélögum og bæjarfélögum í smán og niðurlægingu og útskúfun. Af hverju hefur samfélagið aldrei risið upp fyrir þessar konur og stúlkur, Þórarinn? Getur þú útskýrt það fyrir mér? Nei, ég sko nefnilega þegar maður hefur heyrt svona mál eins og þú ert að vísa þarna til Húsavíkurmálsins og örugglega fleiri, en ég einhvern veginn sko alltaf reyndar heilt yfir, þá finnst mér alltaf vont þegar að fólk er bara að tala um eitthvað svona samfélagslega bylgju sem að þurfi að verða í samfélaginu. Ég er reyndar með mínar hugmyndir af ýmsum þáttum sem að þurfi að lagast. Ég veit það ekki, ég held aftur á móti sko að allir þessu samfélagsmiðlar hafa gert verra í þessu, bæði í því að réttlæta það sem að við vorum að tala núna hérna í upphafi, en líka í því einhvern veginn að við metum okkar eigin gildi út frá svona speglun við fólk sem við þekkjum ekki og værum alla jafna ekki að bera okkur saman við, og ég held að það sé hluti af því. Ég reyndar ekki með einhver svona einarða afstöðu í því
hvernig nákvæmlega það yrði útfært að við myndum hætta að taka stelpur af lífi fyrir það að sofa hjá mörgum. Er þetta ennþá? Nú ert þú í skóla náttúrulega. Sko, það málið. Ég er á 19. árinu mínu að vinna með ungmennum. Ég vinn með stígamótum og sko, já. Og það málið. Hvernig lýsir þetta sér? Sko, já, þær eru bara hraktar úr vinahópum og þær eru stimplaðar og útrópaðar. Fyrir það að sofa hjá strákum? Já, fyrir það bara að stunda eitthvað kynlíf sem ekki einu svona endilega rétt, skilurðu mig. Bara fyrir kynhegðun sína. Þú veist, hver sem hún er. Og málið það að þú skulle spyrja, þú veist, þetta ennþá svona, það sýnir okkur hversu mikið undir yfirborðinu þetta er. Og af hverju þetta undir yfirborðinu? Jú, af því að samfélagi vill bara ekki taka þetta, þú veist, umræðan vitundin bara ekki nógu mikil í samfélaginu, en málið að vitundin rosalega mikið með því ef að einn gerandi átaður og hann neitar sök, þau neita alltaf sök, Þórarinn, þetta vitum við. Af því að ef þeir segðu alltaf satt, að þá væri náttúrulega engin kynferðisbrot á Íslandi. Skilju, það er ekkert öðruvísi. Þetta vitum við. Enga síður þegar að, og þetta þekkjum við líka bara, þú veist, dæmi eftir dæmi, maður er átaður, eða hvernig getum við sagt á fallegri íslensku, hann er afhjúpaður, af sko gerand, ekki þriðjaðlega, af þólandanum sínum, og samfélagi fer á hliðina. Við köllum þetta gerandamæðvirkni og við köllum þetta líka nauðgunarmenningu og skilurðu, og það er bara málsmetandi fólk sem bara argar og gólar á að taka saklaust fólk af lífi. Sama fólk sem hefur gefið skít í þolendur alltaf, aldrei vilja hlusta. Af því að Guð veit að þolendur eru búin að reyna að rísa upp. En ekki vandinn sá að við á sama tíma við vorum að taka þessa OnlyFans umræðu, þá tókum við líka þá umræðu það að kynferðisafbrot, þröskuldurinn á því yrði lækkaður svo mikið að menn sem að hefðu kannski sko ekki einu sinni brotið af sér, heldur kannski hagað sér eitthvað óskynsamlega eða komið illa fram með eitthvað þar fram eftir götunum, væri vel sko reknir úr vinnu fyrir það, einhver svona misráðinn atvik fyrir 20 árum, og það var rosaleg þórðargleði í allri baráttu gegn kynferðisofbeldi, og að við værum sko rosalega mikið loksins að fara að takast á við þetta út af því að við verum að láta menn bera ábyrgð á gjörðum sínum. En svo kom í ljós að þetta var í sumum tilfellum bara einhver svona mjög lítil atvik. Og ég velti fyrir mér sko, er þetta ekki ástæðan fyrir því að fólk einfaldlega gafst upp á því að taka mark á þessu og sagði, heyrðu, ef að þetta á að vera svona, þá náttúrulega getum við ekkert, þá þurfa kyndlaberar þeirrar umræðu ekki að, þeir get ekki verið kyndlaberar þessara baráttu. Ég fór á orð gegn orði með Ebbu Katrínu, frábært leikrit, þar sem hún er með einleik nákvæmlega þetta, svona kynferðisafbrot þar sem hann neitar sök og hún tekin af lífi og svona einmitt svona fullkomið dæmi eins og þú ert að lýsa. Og ég hugsaði með mér sko, því ég var náttúrulega á móti MeToo hreyfingunni og ég taldi hún ekki hafa jákvæð áhrif einmitt út af þeim stað sem við erum komin að núna. Núna er það bara sjálfkrafa ef hann neitar sök, þá er það bara ekkert annað, út af því að það eru ákveðni kyndlaberar sem eru búin að vera að heyja þessa baráttu, sem að áttu ekki endilega að vera að heyja baráttuna, sem hefur ollið því að fólk misti tiltrú. Og ég hugsaði með mér sko, eftir þetta leikrit, og ég er búin að nefna þetta nokkur sinnum í hlaðvarpinu, að ég held að ástæðan fyrir því að þessi hreyfing virkaði ekki var út af því að það var ekki skynsamlegt fólk sem að reisu upp og sagði opinberlega, heyrðu, við þurfum samt að hafa einhvers konar hömlur á því hvenar fólk er tekið af lífi og missi lífsviðurværi sitt. Ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að MeToo-hreyfingin til dæmis hafi ekki virkað. Var bara út af því að það voru ákveðni kyndlaberar sem áttu ekki að vera að heyja þessa baráttu. Já, ok, ég er ósamlega mjög mörg þarna. Í fyrsta lagi, sko, MeToo var risastór og færði okkur mörg skref fram á við. Ég held að það séu til lærðar greinar það. Ég ætla þó ekki að vera eins og kallarnir sem segir bara eitthvað og vísi einhverja rannsókn sem ég get ekki nefnt.
En MeToo var risastór og færði okkur mjög langt fram á við. Varðandi það að hafa tekið saklausa menn á lífi. Og þegar þú, og kannski fyrst, þegar þú talar að einhver gerði einhver tíman, tók eitthvað, þú veist, að þú einhvern veginn, hvað ertu að meina? Við verðum að vita hvað við erum að tala um. Ok, ég ætla að taka breyta mig. Frosti Logason var með Þorsteini Vaffeinasinni í gær á Rauðaborðinu að ræða karlmennsku, það sem voru að rífast. Það hefði örugglega þótt óhugsandi fyrir örfáum árum þegar að Frosti Logason var bara sagður vera eitthvað skrímsli. Vissulega skeyt upp á bak, en ég meina fólk samt almennt séð búið svona að gefast upp á þeirri hugmynd það að við erum bara einhvern veginn að brenna menn á báli fyrir það að haga sér eins og skítalar fyrir einhverjum árum. Ég held bara að fólk gerir sér grein fyrir því að allir gerir mistök og við skítum öll einhvern tímann upp á bak. Og ef ég væri til með allar upplýsingar allt sem að þú hefur gert í lífinu, þá get ég örugglega fundið eitthvað, heyrðu, Hanna, hvað varst þú að gera hérna og haga hann eins og skítall. En við getum ekki lifað í þannig samfélagi út af því það bara einfaldlega virkar ekki og það ástæðan fyrir því ég held að hefur orðið þetta bakslag sem þú myndi kalla, ég myndi segja að þetta verið framfarir, ég held að séu framfarir frá því sem við vorum, þar sem við vorum einhvern veginn bara að heyja þessa baráttu undir þeim formerkjum að strax og einhverjar, jafnvel ef það eru bara svona einhverjar sögur í samfélaginu sem maður heyrir sem maður heyrir náttúrulega ótrúlegum hraða í dag út af samfélagsmiðlum, að þá þurfi fólk einhvern veginn að stíga til hliðar. Já, varðandi Frosta og ég ætla bara að hætta mér út í þann fóra pitt, en þá var þetta nú, ef ég man þetta rétt, Þórarinn, þá var þetta þannig að fyrrverandi kærastan hans til langs tíma steig fram og sagði frá mjög baneitruðu sambandi þeirra. Þar sem að ég ætla ekki að nota einhver orð en þar sem að hún upplifði ofbeldi. Ég var búin að fara í nokkur skipti í viðtölu í Harmageddon hjá Mána og Frosta og Frosti var alltaf ofboðslega aggressífur út í allt sem ég hafði að segja. Og við fengdi allt og gerði lítið úr öllu og einhvern veginn var aldrei tilbúin að hlusta sem Máni var, alltaf, Þannig að, og þetta var ekkert bara þegar ég var að tala, hann var búinn að trassa, hann var búinn að tala illa jafnréttisbaráttuna og svo, skilurðu, og feminisma og svo kemur þetta upp, skilurðu mig. Við þurfum að horfa á samhengi hlutana, Þórarinn, finnst mér. Áður en að við getum ekki tekið einhvern veginn bara eitt púsl og tekið afstöðu til þess, það bara ekki hægt, þú verður bara að hafa alla myndina til þess að ef við ætlum að fella dóma, ég meina. En við getum ekki fellt dóma undir þeim formerkjum að hann sé móti einhver ákveðna hugmyndafræði. Ég örugglega líka á sama stað þegar varðar svona hugmyndafræðina eins og þú veist, skilur ég til að til dæmis fræðigreinar feminisma séu á stórun hluta rangar út af því að það ekki unnar á vísindalegu vinnubröðum. Ég aftur á móti, ég gerir ráð fyrir því að ef það kemur upp eitthvað, reyna að forðast það, ef það kemur upp eitthvað mál varðar, sögum bara eitthvað peningamáli eða eitthvað þannig eða ég og einhver séum eitthvað ósammála þá ekkert hægt að segja já, hann í samingi hlutana í svona móti réttindabaráttum og hann að móti því að við séum að betur bæta samfélagið. Þetta var einhvern veginn ekki málefnileg umræða en ok, það er ekki að segja það að hann eigi að vera stíga til hliðar undir þeim formerkjum ekki út af því að hvert brotið heldur undir þeim formerkjum hvernig hann var í viðtölum. Já, mér finnst bara einhvern veginn, ég veit ekkert út á hverju ákvaðan sjálfur að fara, ég veit ekkert það, hvernig það mál axlaðist allt sem hann fór af úr útvarpsþættinum sínum, ég bara veit það ekki, en hitt veit ég að, hún fyrrverandi kærastan hans, hún steig fram og sagði frá sinni eigin upplifun, við höfum lagalega rétt til þess. Hann steig líka fram og sagði frá einu sinni upplifun og þá var hún ekkert mikið skárri, Já, svo bara fer einhver atburðarásastað sem ég veit ekkert nákvæmlega hvernig var. En aftur aðeins að henni, af því mér finnst svo mikilvægt af því að mér finnst þú Þórarinn hafa smá tilhneigingu til þess að smætta kannski brot. Og þetta finnst mér líka að því að málið það við erum að tala svo alvarlega hluti, við verðum bara einhvern veginn að fara vel með þetta. Alveg eins og við verðum auðvitað að fara vel með það þegar við dæmum fólk fyrir eitthvað. Við verðum auðvitað að passa okkur og reyna að fara varlega.
En sko að segja einhvern veginn að einhver hafi gert einhver smávæginleg dómgreindar mistök einhver tíman í einhverju partí, veistu það, ef að við værum að taka alla sem hefði gert þar, þá væri náttúrulega allt hérna á fucking hvolfi og afsakaðu orðbræðið. En það er bara ekkert þannig. Við sem betur fer. Já, en það er sem sagt ekki að gerast það sem að þú segir að sé að gerast. Nei, við þurfum að passa upp á að það gerist ekki. Það er ekki að gerast. Nei, og það gerist ekki. En það var aftur á móti, þannig að kringu 2021 þegar við alveg gjörsamlega mínum að við mistum mitið, að þá var samt verið að búa til ákveðna staðla sem að voru mikið í þá áttina sem að þú ert að tala um. Það sem við ættum að vera að grafa upp ýmis mál varðar bara einhverja svona, þú veist, ég rætti þetta við fólk sem eru á aldri við foreldra mína og þau voru bara, heyrðu, þetta var náttúrulega allt, og þú ert á þeim aldri, partíin og þannig voru allt öðruvísi, skilur við. Já. Algjörlega, og viðmið, og þetta var bara svona, já, þetta er bara partur að vera kona, veistu það, ég var byrjuð í mjög áhugaverð tenging ég byrjaði að kenna 2006 í Borgó og sko líklega 2007 eða 2008 annarkvort og ég man ennþá hvað þessi stelpa heitir sko, þá er ég að kenna held ég bara lífsleikni eða eitthvað, það var ekki í kynjafræði eða hvort það var í kynni, ég man ekki, en allavega að þá er ég að tala um kynferðislega áreitni í einhverju samhengi og það er svona bara, nei, ég hef ekki lent, eða þú veist, ég bara svona hefur einhver lent í kynferðislega áreitni og það er bara svona, nei, ég held ekki, eða þú veist, hvað ertu að meina? Og þá byrja ég að útskýra, þú áttar þetta er 2007 og ég fer að útskýra hvað kynferðislega, það er alveg, já, og það segir ertu að meina eins og þegar einhver strákur kemur og stingur puttunum upp í píkunaður í svona löðurpartíi, svona sápupartí á Spáni. Skilur, er það ekki bara partur að vera stelpa? Nei, sko, reynum að skilja hlutina. Reynum að átta okkur á því, sko, þegar samfélagi smættar svona hegðun og afsakar hana endalaust, þá gerum við það líka. Og þess vegna var MeToo svo stór að því hún gaf plattform röddum sem að voru búin að kæfa og málið er það, hvernig heldur að stelpu líði eftir að hafa lent í svona á Spáni þegar hún er kannski 17 ára, þú veist, hún lendir í því að það ráðist inn í líkamann á henni og það er bara svona, það er búið að selja henni þá, það er búið að sannfæra hann það að þetta sé bara partur að þið vera stelpa og hún fer í sjálfsásökun og hún fer í skömm og hún fer í niðurrif sem að bitnar á náminn hennar, sem að bitnar á viðhorfum hennar til annara og sjálfsins og svo framvegis. Ertu með mér? Og þetta höfum við ekki nefnt að hlusta á. Í staðin fyrir höfum við eitt orkun í það að passa upp á strákan okkar. Guð minn góður. Og ég vil passa upp á strákan okkar. Þú veist, ég vil það líka. Og ég vil ekki að neitt verði hengdur saklaus, bara alls ekki. Aldrei. En hins vegar verðum að fara að skilja það líka að strákarnir eru líka aldrei upp við að þetta sé eðlilegt. Að þeir fá skilaboðun það að stelpur séu kynferðislega viðfang, nema bara mamma þeirra, frænka þeirra, amma þeirra og systir, ertu með mér. En allt, sko, konur sem hópur, þær eru kynferðislega viðfang, þanglar eru konur ákveðin aldur, þá hættar að vera það. Og það er ákveðin frelsun í því verði ég að segja, að nú er ég að vísa í sjálfum mig og hversu gömul ég er. En sem ég elska by the way. Nei, en þannig að þetta er menning sem við erum að gaggrina og það finnst mér líka vera svo erfitt þegar sko varðhundar feðraveldisins og að sko segja að við erum sko einhvern veginn að, þú veist, gera bara much ado about nothing, bara búa til einhvern veruleika og einhvern veginn, já. Já, og gaggrina fyrir ekki, afsakið, að og að sko segja að þetta sé karlmönnum að kenna, sko, sem hóp, skilur mig, og það er ekki málið, og mér langar svo að segja þetta í eitt skipti fyrir öll, getur búið til svona rauðaramma. Kynferðisofbeldi gegn konum er ekki strákum og körlum öllum að kenna. Þetta er menning sem réttlætir, afsakar, styður við og hvetur jafnvel til. Vondar, illrar, grimrar meðferða karla á konum. Það er ástæðan. Þetta er menning, þetta eru hefðir, þetta eru skilaboð, þetta eru tákn og alls konar
sem að hvetja og styðja, afsaka þessa vondu hegðun. Ég held að það sé ekki rétt hjá þér, sko. Ég held einmitt að menningin sé miklu frekar að okkur þykir vænt konunar og vissulega einhverjir Já, skítalar. konurnar í lífi sínu. Nei, en líka bara almennt konur. Ég vann sem dyravörður og það í flestum tilfellum miklu fleiri strákar sem eru tilbúnir að vaða í þann sem að haga sér eins og fíbl heldur en þeir sem eru að haga sér eins og fíbl. Ég held að það sé miklu frekar þannig og ég held að það sé ekki rétt. Og mér finnst þetta líka... Það er líka partur af karlmennskuna að vera hetjan. Já, en þú veist, þú varst að tala um að smætta og það er margt, og það er rosalega margt í karlmennskunni sem er fallegt og gott, mjög mikið hugrekki og hugdirfska og frumkvæði og áræðni og við verðum líka að halda því til að haga. Það er ofsalega margt í karlmennskunni sem að við eigum að varðveita og við eigum líka að kenna stelpum. Já, hvað förum aðeins yfir í menninguna, hún er að breytast rosalega mikið. Konur eru svona birta myndbönd af sér í svona þessum hefðbundum kvennastörfum, karlmönnum tel ég, ungum líka finnst þetta vera miklu álitlegra að konur séu svona í hefðbundum störfum. Við náttúrulega fögnum þessu út af því að við viljum viðhalda ákveðnum gildum varðar sem að sumir kallar enda feðraveldi. Við tölum bara vestrænu menningu sem er jákvætt í öllum skilningi. Hvernig finnst þér stemmingi vera? Út af því að nú veit ég að stríða þér, sko, en ég nefnilega tel að, sko, við þurfum líka, því ég er svo mikill frelsismaður, ef að fólk vill fara í vændi eða á OnlyFans, ef þú ert orðin 18 ára, þá segi ég bara, heyrðu, ég held að sé mjög óskynsamlegt, en þú hefur frelsi til þess að gera það. Þeir sem að búa til sín, í rauninni samþykja, búa sér til samkomulag um það að veita einhvers konar kynlífsþjónustu, hvort sem karl til konu eða konu til karls, eða hvernig sem það nú er, að þá tel ég að fullorðin einstaklingar eiga að geta tekið slíkar ákvarðanir, en ég held að aftur á móti þessi heimskulegt og ég held að þú muni sjá eftir því. Og fyrirgefðu, ég er sammála. Ertu sammála því? Ég er sammála, já. Á karl að geta keypt kynlíf á konu? Nei, sko málið er það að kona á að geta selt. Já. Kona á að geta farið, sko málið, þetta er mjög mikilvægt líka að þarna erum við nefnilega að sammála en það er svo skrítið að sko þegar kallar að tala um frelsi hvernig við eigin líkama, svo vilja það bara ekki vilja það banna fóstureyðingar og eitthvað, skilur við, þú veist, það er bara eitthvað rosa skrítið þar í gangi, en málið er að mér finnst að konur eigi að gera það sem þær vilja við sína líkama, já, mér finnst það og Og karlar þá líka, þá er geta keypt að líka mann hafa. Sko, þarna finnst mér nefnilega, sko, þetta er þessi leið sem er farin, sænska leiðin, þar sem að í vændi, sem sagt, í að ná böndum á vændi, af því að við vitum að það eru svo margar, sko, flest fólk í vændi, sem eru langflest konur, eru, sko, þolendur mansals, sjáðu til. Og þetta er ákveðin veruleiki sem við vitum, sko, og við vitum líka hvernig vændi fer með konur sem að, og þú veist bara, og ástæði fyrir því af hverju konur velja að fara í vændi. Að þessu sögðu, þá myndi ég ekki vilja sko banna þeim það, af því að ég virði frelsi kvenna til þess að fara í hefðbundin kvennastörf, til þess að velja vera ekki á vinnumarkaði, til þess að vertu með mér. Algjörlega. Hins vegar að þá finnst mér eitthvað mjög skrítið við það að menn hafi frelsi til þess að í krafti yfirburðastöðu, efnahagslegri yfirburðastöðu eða líkamlegri yfirburðastöðu að þeir fái einhvern veginn lögmæti til þess að níðast á líkamlegum kvenna. Þannig að mér finnst að löggjafinn, og þar greinir okkur náttúrulega á að mér finnst að löggjafinn eigi vegna þess að við vitum svo margt um afleiðingar vændis og ég lít svo á að vændi er kynferðisofbeldi. Það er ekkert allir feminista sammála um það, en það er mín sýn af því að ég veit um það hvernig vændi hefur farið með þolendur þess. Þannig að ég dæmi ekki, til dæmis eins og fegurðarsamkeppni, ég er í grundvallaratriðum móti því að konum sé stillt upp og þær eru dæmdar eftir útliti sínu, en ég dæmi ekki stelpur fyrir að taka þátt. Ég skil það. Ég skil að þær vilji, af því að þarna fá þær aðdáun og ég kannski bara aðdáun, ég veit ekki virðingu, en þarna finna þær til sín og ég skil að þær þurfa þess. Þú veist, en ég er í grundvallaratriðum móti fegurðarsamkeppni enga síður.
en ég dæmi, þetta eins og með færunaraðgerðir, skilur þú veist, þær konur hafa frelsi til þess að gera þetta, að sjálfsögðu, en mig langar að vekja til vitundar það hvernig samfélagið hafa áhuga á væntingar okkar, á langanir okkar, á það hversu óanægðir við erum endalaust með eigin líkama og þú veist, hvernig alið á því á skömm hjá okkur. Það samt konum að kenna út af því að það reka aðalega þessar samfélagsmiðla og eru að einhvern veginn íta alls konar svona fegrunardóti að hver annari. Ég ofta að ræða þetta, þú veist, ef þú spyrir strák í hverju stelpan var sem að þú talaðir við, hún myndi gera sér grein fyrir því. Samt einhvern veginn rosalega mikið pepp að vera í einhverjum 300.000 króna gefumann kjól. Svo aðrar stelpur. Algjörlega. Þannig að þetta kvennavandamál. Sko, málið að til þess að búa til trend eða til þess að búa til þrýsting þá þarftu áhrifavald. Þú þarft skilgreiningavald á því hvað er fallegt og hvað er flott, ertu með mér. Og málið að karlar hafa í gegnum alla söguna haft skilgreiningavaldið langt umfram konur. Þannig að, það er ekki hægt en vissulega viðhalda konur af því að þær eru ekki allar feministar. Það er vandinn. Ef að við værum allar konur á Íslandi myndi vakna upp í fyrramálið, verandi feministar sem að þýðir þá það að skilja að skórinn er ekki á stór. Nei, skórinn er á lítill en fóturinn ekki á stór. Var ég að segja þetta rétt? Þetta er frægt kvót, sænskt kvót. En allavega, ef við myndum allar vakna í fyrramálið, vera fullkomlega sáttar við okkur sjálfar, öruggar í fasi og með sjálfsvirðinguna upp í 10 og allt þetta, að þá myndum við breyta heiminum einni nóttu, En við erum að taka þátt í þessu. Það að verða færri feminista núna. Ég allavega upplifði svona í mínu umhverfi að færri að titla sem feminista. Ég náttúrulega persónulega fagna því út af því að sem að við höfum rætt svo oft, En þú finnur alveg, út af þú varst að tala á styðir konur í því að fara í hefðbundin störf og hefðbundna svona hluti og þetta að aukast. Vilja þeirra. Það er ertu að vísa í þarna fyrirbæri sem er stundum kallað áköf mæðrun eða? Nei. Svona traditional wife. Ég bara geri það. Það er bara mín staðfesta. Þú lítur að skynja þetta líka? Af hverju það velja þetta? Nei, þú lítur að skynja þessa breytingu. Ég skil, nei, ég... Það kannski bara að ég verða hans eldri. Kannski, ég er að skynja ákveðna svona tilhneigingu í kringum ungar konur, kannski svona einhver vísa að þessu, ég er samt ekki búin að kynna mér það nægilega vel til þess að úttala mig það, en ég sé svona kannski, og ég ætla ekki að kalla það eitthvað bakslag kannski, allavega ekki á þessum tímapunkti, en mér finnst ekki að við þurfum allar að vera í rauðum sokkum öskandinir á Austurvelli með spjöld á lofti og hnefan í hinni það er náttúrulega þannig að hægri öfgamennska, og nú verður að leiða mér að klára, sem að trumpismin er ég búin að vera að trufla eitthvað mikið? Nei, alls ekki, nefnilega, við erum búin að vera mjög civilized, nefnilega, en ég held bara núna að ég sé að komin inn á eitthvað svið sem að þú gæti farið að, en allavega að því að hægri öfgamennska í anda, ég veit ekki eins og eru hægri menn ekki bara dálítið móðgaðir yfir því að Trump þetta sé kalla hægri, af því að hann er náttúrulega búin að taka, þú veist, stjórnmál í einhvern leiðangur, og ég kalli þetta ekki eins og skautuna, því að málið það að feminismin, hann er bara hér, þú veist, það er bara að toga umræðuna, þú veist, þetta er ekki sundur, sem feminismin er ekkert að fara þangað, hann er bara bara klára í sínu, þú veist, það er mín upplifun, hann er orðinn fjölbreyttari og einhvað svona og allt í lagi með það. Má ég skjóta inn í? Já. Og það er þetta kemur ótrúlega vel inn að okkur mér finnst gaman að tala við líka og okkur við fæðið alltaf aftur og aftur. Er þetta því að ég ætlaði reyndar að kynna þig sem síðasta vígi annarra bylgju feminisma, út af því að mér finnst einmitt og ég ber mikla virðingu þú ert alveg á skoðunum sem mér finnst alveg að vera fjarstæðukenndar og ég er á skoðunum sem þér finnst fjarstæðukenndar, en aftur á móti þá held ég að þú hefur verið í ákveðinu svona baráttu sem að hefur verið háð undir öðrum formerkjum heldur en að við höfum kannski verið að sjá undanfarin ár, og ég held ástæðan fyrir því að baráttan er búin að taka ákveðið skref aftur á bak
frá þínum bæðurum séð og skref fram á við að frá mínum bæðurum séð að við mistum algjörlega vitið í bæði COVID og í MeToo og í öllum þessum svona réttindabaráttum og fólk hafi bara einfaldlega gefist upp á því að vera að hlusta á þetta og við erum að sjá fyrirtæki vera að gefast upp á þessu, það er miklu minni meðbyr fyrirtækja í öllu sem við kemur þessum svona hugmyndum, við erum að sjá allt öðruvísi viðmót ungs fólks gagnvart þessum hugmyndum og ég held aftur og eins og segi, ég fagnaði þessu því ég held að það sé svo mikið pull í gangi en hins vegar þá hefur þú verið á svona ákveðnum skoðunum, það er að gagnrýna þig í örugglega helling en aftur á móti þessi svona annarra bylgju liberal feminismi sem hefur verið háður og svona einmitt í þeim streng sem þú ert búin að vera að tala fyrir hérna hann hefur einfaldlega orðið bara óvinsæll og ég held að það hafi gerst sérstaklega með þeim þegar OnlyFans þegar við vorum með einhverja krakka, einhverja nýskriðinir yfir 18 ára OnlyFans þetta bara frábært og svo kemur þú og segir nei, ég held að sé ekki frábært þá varst þú alltaf í orðin einhver vond manneskja og við erum með einhverja kindlabera sem að fara með þessa umræðu út í einhverja algjöra dellu en það kemur svo niður að þessu að sko ég held einmitt að sko Trump og allt þetta dót þetta gerist ekki í tómarúmi þetta út af því að réttrúnaðurinn hefur gengið sér til húðar og eftir situr svolítið að kannski svona áleitlega spurningar eins og með það hvernig við komum fram við hvort annað og eitthvað þannig svolítið svona ítt út samhliða það að segja að við erum að henda krakkan út með baðvatninu nákvæmlega Já. og ég held að það sé ekkert sérstaklega gott og eins og segi, fólki getur fundist alls konar þig en þú ert allavega í þessum svona annarra bylgju liberal feminisma sem ég held að eigi mjög mikið rétt á sér en þessar svona hugmyndir það hefur verið grafið undan með þessum svona marxíska feminisma sem að byggir aðalega á því að við séum í kapitalista samfélagi sem að byggir á svona hræðilegu feðraveldi sem að halda okkur niður í allstaðar hvað finnst þér um ég samt pínu þar já, ég veit það en ég ger þetta svo fallega nei, þetta var nú bara þetta var í alvörinni grín en málið það sem ég held ég hef einhvern veginn ekki svona einhverja sérstakar sjálfsmynd hvernig feminist ég eða skilur hvað ég meina það sem ég kannski af því að feminismi minn svo samofin kennslukonuna Hönnu og frá því að ég byrja að tjá mig opinberlega jafnréttismál sem að gerist samhliða því sem að ég að það byrjar í rauninni á því að ég vil innleiða kynjafræðina eða jafnréttisfræðslu sem ég kallaði þetta alltaf fyrst jafnréttisfræðslu inn í skólakerfið og þá var ég bara þjálfaði ég mig í því og ég held að það hafi verið samt ómeðvitað að gera þetta þannig að ég myndi ekki að þú veist að vera rosalega inclusive veist hvað ég menna að höfða til að passa mig á því að vera ekki það höfðu þá líka til drengja of reið eða of já svona eins og Þorsteinn ætlaði að gera í upphafi en gerði svo alls ekki já, ég veit ekki hvað ég á að byrja á því einhvern veginn öllu saman það er náttúrulega bara en Þorsteinn þú veist, mér finnst hann frábær og mér finnst það sem hann að gera frábært og hann og Hulda konunans en allavega þá að því að þú varst einhvern veginn að skilgreina mig en ég rosalega róttæk en ég náttúrulega líka bara rúmlega 60 kona veistu hvað ég meina þú veist og ég hugsa bara öðruvísi heldur en kona sem 25 ára bara mín þú veist mín lífsganga bara svona á hinsegin og þú veist staðurinn sem ég á í lífinu markar mig líka en ég rosalega mikið kennslukonan þegar ég að tjá mig feminisma en ég líka talskona þolenda kynferðisofbeldis af því að ég vinn með stigamótum og mér þetta svo mikið hjartans mál af því að þolendur líka í nemendahópnum mínum endalaust þú veist það Þórarin ef að einhvern veginn heimurinn myndi heyra raddir þessara stúlkna og kvenna í einum kór, við myndum bara ekki ráða við það ég held að við myndum bara ekki ráða við það því að þetta er svo alvarlegt, þetta er svo grimmt og þetta hefur svo viðtakar afleiðingar og svo þöggunin svo mikil og hún það er svo mikil sjálfsásökun sem kemur þegar það þagga niður þá ferðu bara best þetta inn á við þannig að afleiðingarnar eru svo miklar og glæpirnir svo alvarlegir
Já, ég nefnilega sko, ég hef stundum pirrað mig á það, á því hvernig framkvæmdastýra kvennaathvarfsins hefur verið að ræða ýmis mál, en með Stígamóta já, vinkonur sem hafa leita til Stígamóta og ég stundum hlustaði á eitthvað sem að forsvarsmenn Stígamóta segja og ég að vera að fara ári frjálslega með tölur og eitthvað þannig. En aftur á móti það hef ég gert í því að vera að passa mig að gagnrýna ekki Stígamót þó svo ég sé ofta tíðum kannski hugmyndafræðilega ósammála einhver sem kemur frá þeim en það er bara út af því að það hefur víst verið mjög jákvætt fyrir þær stelpur sem ég þekki sem að leita til þeirra sko. Já, guð minn góður. En tölfræðin þeirra er náttúrulega bara talning. Þannig þú getur ekkert VFM Já, en ok, svo ég tæki nú bara eitt dæmi, fyrsta skipti sem ég gagnrýni eitthvað sem að kemur frá Stígamótum, þá var framkvæmdastjórinn í Kastljósi og þar sagði hún að Ertu að tala um talskonuna? Já, er hún ekki framkvæmdastjóri? Nei, ok, talskona, afsakið. Og hún sagði að fyrst að væri, hún nefndi einhverja tölu það að væru svona marga konur sem upplifðu kynferðisofbeldi og þá getum við gert ráð fyrir því að þeir eru svona margir kynferðisafbrotamenn. En ég sagði, halló, þú getur ekki verið að gera ráð fyrir því að svona stórt hlutfall drengja séu afbrotamenn út af því að ef að einn aðili brýtur á 30 konum þá náttúrulega bjagar það tölfræðina. Það að konur segjum að 20-30% verði fyrir einhvers konar kynferðislegu ofbeldi eða áreitni að þá verður það sjálfkrafa eitthvað sem að er ekki hægt að yfirfæra yfir á þýði drengja. Það er ekki hægt að segja að 30-20% drengja séu þá nýra afbrotamenn út af því að í flestum tilfellum, og þetta er vitað, að þá er það síafbrotamenn í kynferðisafbrotum, ekki það að sé hægt að yfirfæra yfir á þýði. Og þetta var svona ein tölfræði sem að fór mjög mikið í taugarnar á mér, en það er ofta tíðum annað sem að fer líka í taugarnar á mér. Og ég held að þetta sé, sko, og eins og segi ekki... Má ég bregðast til þessu? Já, endilega. Já, sko þetta er svolítið afhjúpandi Þórarinn. Fyrir mig? Já, nú ætla ég að brjóta þetta niður. Okay. Sko, þarna ert að vísa í Kastljósviðtal þar sem að talskona Stígamóta er að segja frá því hversu margar stúlkur og konur verða fyrir kynferðisofbeldi. Og hún segir, þá getum við gert ráð fyrir að þeir séu svo margir brota gerendur. Þú kýst að orða ekki hörmungina sem að þessa kona hafa orðið fyrir, heldur ferði í bullandi vörn fyrir einhvern tiltekinn fjölda gerenda. Nei, ég er ekki að verja gerendur. Nei, þú ert ekki að verja gerenda, en þú ert að segja bara, ekki svona margir gerendur, en býtu hefði ekki verið eðlara og þú hefði alveg getað sagt bara, já, þeir eru nú reyndar örugglega ekki svona margir, afgreitt þetta svona, en þú kýst að setja allt kastljósi á það, hvernig hún er að fara með einhverja tölfræði. Á sama tíma, hún er að segja þér frá því hversu mikill faraldur kynferðisofbeldi er gegn konum og þetta er dæmigert. Þetta er gerenda meðvirkni. Já, þú veist, passaðu að þið verði ekki myndað þér fyrir aftan hugtakið, sko, af því að þetta er það. Ég trú ekki að það teki okkur 42 mínútur að komast í hennar gír. Loksins, ok, sko. Að sjálfsögðu er ég ekki að bera blaka á það að það séu gerendur sem að fremja hryllilega glæpi. Ég alveg allt hyski sem að brýtur af sér í samvættu við kynferðisafbrotamálu til að þeir fá til dæmis allt of væga dóma. Mér finnst eiginlega bara galið hvað eru vægir dómar í kynferðisafbrotamálum. En aftur á móti þá er ég að tala það hvernig tölfræði er beitt til þess að móta afstöðu fólks til þess hversu margir drengir eru afbrotamenn. Þú segir að ég sé þá að gera lítið úr kynferðisafbrotum, það er bara alls ekki rétt, en ég er að benda á vanda varðar það hvers konar hugmynd við erum með drengi. Ég held að þetta sé bara einhvern veginn ekkert eitthvað risastórt vandamál. Þetta er ekkert risastórt vandamál, en ég er að segja að þetta er samt vandi í því að... En mér finnst þú þarna vera að þú veist, í rauninni, þú veist, einhverju smámunum pínu í stóra samhenginu, finnst mér, jú. Nei, mér finnst það, og líka annað sem að mér langar að nefna hérna, af því að þú talar gerendur sem hyski. Já. Já. Kynferðisafbrotamenn sem hyski. Já, málið er að kynferðisbrotamenn eru venjulegir menn, feður og bræður, málsmetandi einstaklingar. Við höfum ekki efni á því að skrímslavæða gerendur. Við verðum að tala þá gerendur
sem venjulega menn sem brjóta á sér af einhver ástæðu og það geta verið, þú veist, og einhver kvenfyrirlitningi hlýtur að vera þegar þú veður svona yfir mörk hjá mannsku, þú veist, þú hlýtur að líta á einhvern veginn, á einhverju level í hausnum að þér, horfur á konuna sem einhvers konar kynferðislegt viðfang og þú hlutgerir hana, þú smættar hana niður í, ertu með mér? En þetta full funksjonandi menn, þetta eru bara venjulegi menn. Síbrotamenn, það eru til síbrotamenn í þessu sem að fara sko, brjóta aftur og aftur á konum, sko, en veistu það, ég held að aftur segi ég held að samfélagi muni ekki ná utanum það hversu venjulegri sem menn eru og hversu margir þeir eru. Hversu margir þeir eru sem hafa bara til dæmi, sko, þú veist, káfað á sofandi stelpu, sem hafa tekið sofandi stelpu hendina á henni og tróðið henni á tippið á sér, sem hafa lagt stelpur í einelti og verið með umsátur, skilur, þú veist, það er svo ótal margar birtingamyndirnar af því hvernig karlar koma fram við konur, karlar á öllum aldri og með allavega bakgrunn, skilur mig. Það ná þetta bara við karlmenn, ég meina strákar myndi örugglega geta sagt fullt af sögum stelpur sem að haga sér á sama máta en við áleitum það ekki að vera kynferðisofbeldi. Jú. Já, en ég meina við gerum það samt ekki. Jú. Út af því öllu samhengi þegar þú ert að ræða þetta, þá segir þú konu gegn strákum. Já, Strákum það er alveg rétt hjá þér, og það er í rauninni ekki 100% rétt hjá mér að gera það. Af því að það getur verið á hinn megin að sjálfsögðu og það jafn alvarlegt og við lítum á það jafn kynferðisbrot, punktur. Sko, konur eru að mínu viti og ég hef talað um þetta á fullt af dyravörðum og þeir eru sammála mér að kynferðisáreitni á djamminu miklu oftar konur á stráka heldur en strákar á konur. Já, sko, ok, nú ætla ég ekki að vefengja þessa frásagnar, sjálfsögðu ekki, en mér langar að bæta við inn í þetta, já, að starfsgreinasambandið gerði skal ég segja þér rannsókn fyrir einhverjum árum síðan á starfsfólki í þjónustustörfum. Mjög hún finnst örugglega þessi rannsókn ennþá inn á heimasíðu þeirra. Nema hvað, að það kom í ljós að stelpur í þjónustustörfum lentu frekar í kynferðisofbeldi heldur en kallar, en þeir lentu í því líka. Það sem að var áhugavert að þær upplifuðu ótta en ekki þeir. Já, það skilur, sama djamminu. Sérðu grundvallar munin? Sérðu grundvallar munin á því hvernig upplifun og hvaða áhrif það hefur á sjálfsvitundina þína? Ég er ekki með því að draga þetta fram, Þóra, þá ég ekki að normalisera kynferðislega áreitni gegn einum, bara aldrei. Nei, en já. Öðruvísi samhengi, eins og þú myndir segja. Já, sko, það öðruvísi samhengi þegar upplifun þeirra sem að verða fyrir því önnur. En með þessu vil ég ekki normalisera svona viðbjóðslega að því þetta er ógeðslega hegðun. Þú ert heldur ekkert að því. Já, en ég meina, svona gerir mikla kröfu til sjálfur mín. Já, og það við talað svo oft kynferðisofbeldi og þannig langum við samt að ræða líka eitt, sko, sem að mér finnst alveg áhugavert í þessu samhengi að af hverju þarf þetta að afsaka, þetta svo skrítin stemming og ég myndi tala þetta og svona heilt yfir við þinn bergmálshelli, svo ég tali svona svolítið vítt sem að eru svona þeir sem eru í feminismannum og öðru þvíum líku og öllum þessum svona minnihluta pólitík líka að þú þarf alltaf að vera á afturlöppunum þegar þú ert bara að tjá þig opinberlega og þú varst aðeins núna, þú ert ekki vön að gera það en það alltaf einhvern veginn eins og þú þurfur að vera að afsaka það hver þín afstaða út af því að þú getur móðgað einhverja hópa sem eru alltaf einhvern veginn á afturlöpunum að bíða eftir einhver misti í sig. Þetta, sko þetta til dæmis horfið núna, skilur þetta horfið núna út af því að allir gáfust upp á réttrúnaðinum sem betur fer, en samt sem áður þá þetta, og þú veist hvað ég að tala um. Nei, ég nefnilega ekki alveg klár á því. Í alvörunni? Nei. Finnst þér út af því að nákvæmur eftir þá, þegar þú talar einhver hluti, að þá segir alltaf, og ég ekki að smætta, og ég ekki að segja þetta, og ég ekki að segja þetta. Já, ég bara vil vera varkár. Ég vil bara vera varkár. Gagnvart hverju? Ég vil vera varkár, sko, ég náttúrulega sjáðu til, sko, mín svona pínu stóra missjón í lífinu jafnréttisfræðsla í skólakerfinu. Og þú veist, og ég vill bara vera sú manneskja sem inclusive,
skilurðu mig, það er eitthvað sem ég vil gera og ef að mér finnst einhvern veginn vera hætta á því að orð mín séu túlkuð þannig að ég sé einhvern veginn ekki að vera það, þá vill ég bara gæta þess að þá vill ég bara leiðrétta mig og þetta er bara ákveðin auðmýkt og sem að ég bara skammast mér ekkert fyrir. Ég þyrfti kannski að vera með aukna auðmýkt. Já, ég meina og líka... Ég held að flestir karlar myndu hafa gott af því. Nema ég Þú mátt setja þetta líka inn í sérstakann ramma meðan ég horfi myndavélina. Sko, ég nefnilega, þetta er svo fyndið og út af því að ég, einmitt, sko, sem fólk eitthvað drulluðu með á netinu og eitthvað þannig, ég les aldrei kommentin, sko. En ég einhvern veginn, mér finnst þetta vera horfið úr menningunni sem betur fer að fólk þurfa að hafa áhyggjur af því að það sé eitthvað vera að drullu yfir það á netinu og eitthvað þar fram eftir götunum en það er ekki horfið úr þessum geira og það er einmitt kallað auðmýkt sko en við vitum náttúrulega bæði að það eru ákveðnir aðilar sem eru að bíða eftir því að finna eitthvað til að móðgast yfir og eru alltaf að móðgast og maður er alveg, Jesús minn, almáttugur, hvernig getur þú lifað svona lífi? Hvað ertu að tala um? Hvernig? Og ég skil heldur ekki alveg, getur útskýrt aðeins fyrir mér að þú sagðir sko að fólk hefði fengið nóg af rétthugsunni og hún var bara farin. Hvað áttu við þarna? Að óbilgirni gagnvart mismunandi sjónarmiðum hefur ekki tilætluð áhrif lengur á líðan fólks gagnvart þeirri mannesku sem á borð hana ber og ég held að þetta sé stórkostlega jákvætt skref út af því að það er búið að vera einhver algjör svona móðgunarkór sem er alltaf að bíða eftir því að finna eitthvað þar sem einhver misstígur sig, þau eru búin að koma sér inn í alls konar stofnanir til þess að tala fyrir hönd einhverja vera alltaf að móðgast yfir einhverju sem er ekki einu sinni eitthvað sem að sá sem að segir það er að ráði gert, mistúlkað það sem aðrir eru að segja að það er sagt að segja já, nei, að þú ert náttúrulega bara rasisti og þú ert bara kvenhatari og þar fram til göttunum sjáum við til dæmis mikið í útlendingaumræðum þegar það er verið að bara ræða raunverulegar áhyggjur varðar ýmis mál, varðar menningu fólk sem ólst upp annar staðar og fleira þar fram til göttunum og það bara já, það er náttúrulega menningarlegur rasismi að tala svona og þetta er allt horfið, það er fólk alveg búið að gefast upp á þessum sjónarmiðum sem að ég held að sé frábært og ég veit að þú ert sammála mér. Ég held að það er náttúrulega hópur sko sem að er svona vakandi og með vitundum og hefur ákveðna sýn á réttlátt samfélag og bendir á þegar að fólk sko sýnir til dæmis eins og sko ómeðvitaða hlutdrægni í orðavali bara eins og sko sem er meiðandi og oft er þessi hópur sem að þú kallar þennan þessi rétttrúnaðar hópur sem ég skil ekki alveg en þú veist það skiptir engu máli þetta er bara orð sem að einhver notar eitthvað en þetta er hópur fólk sem að er bara að passa upp á réttlæti og sanngirni sko gagnvart ólíkum hópum og er að benda á til dæmis orðalag sem að er óheppilegt og þarf bara einhvern veginn að stoppa til þess að bara breyta orðræðunni til þess að þessir hópar fái bara málefnalega umfjöllun, skilurðu? Þú veist, bara eins og, þú veist, að gaggrina bækur, 10 litlir negrastrákar eða eitthvað, þú veist, við erum ekkert að lesa þetta lengur. Þú veist, og þessar afbökuðu staðalmyndir sem er birta sem að við erum er þetta rétttrúnaðina sem ást að tala um þegar við erum að benda á svona að við getum ekki haldið áfram að ala á staðalmyndum sem eru skaðlegar og flesta staðalmyndir eru skaðlegar og flesta staðalmyndir eru rangar líka og jafnvel allar, að við hljótum að, þú veist, hafa leyfi til þess að benda á þetta á þess að þið segið að við séum eitthvað móðguð, eða þú veist, nú er ég, að því ég held ég sé í þessum hópi, sko, þó sem ég hafa aldrei einhvern veginn skilgrænt mig sem einhvern, já, en sko, ég veit það ekki, þú veist, ég verð ekkert móðguð þó að einhver segi eitthvað, mér finnst það bara ósmekklegt og stundum segi eitthvað og stundum ekki. Já, ég skil alveg hvað mennur. Ég held aftur á móti, sko, já, kannski ætti 10 litlir negrastrákar ekki að vera í curriculum
curriculuminu hjá ungum krökkum. Ég eftir á móti til dæmis að það megi ekki lesa þær sé bara einhvers konar, vond þróun varðar það að við séum í einhverjum bókabrennum. Ég held að við ættum að reyna að skilja samfélagið í því samhengi sem við erum. En ég eftir á móti, sko, þú kemur með dæmi sem mjög langt á öðrum pólnum. Ég geti komið með annað dæmi, það sem allir mér sér þegar sonur David Cameron lést, að þá birti Guardian grein það að hann væri samt ekki hann myndi ekki koma til með að þurfa að syrgja mikið út af því að hann væri hvítur karl og það að hvítir karlar séu í okkar samfélagi í svona mikilli yfirburðastöðu að þá væri það svona eitthvað sem við þurftum aðeins minna að hafa áhyggjur af þegar að hvítur karlmaður missi barnið sitt. Það var gríðarlega mikið af svona bullþróun sem að var Bíddu, þetta er náttúrulega bullshit. Þú ert ekki réttlæta Nei. Þú ert alls ekki, ég veit það alveg. En ég að segja að það var alls konar svona þróun það að hvítt fólk ætti einhvern veginn að setja sig til. En þú ert klínt upp á. Nei, ég er ekki að klína upp á þig. Ég er að segja. Nei, en einhvern hóp sem að móðgast yfir því eða móðgast ekki heldur gera athugasemdir við eitthvað orðalag. Það var í þessari þróun að það var fólk sem var alltaf að móðgast yfir öllu. Móðgast yfir því hvernig aðrir töluðu, móðgast yfir því hvernig aðrir höguðu sér, móðgast yfir öllu og við fórum í ákveði bara svona shame fasa sem ég heldur að hafi verið líka ástæðan fyrir því að við gátum rekið áfram stefnu stjórnvalda í COVID svona ótrúlega lengi bara því að við höfðum það í öllu algríminu okkar að við myndum til dæmis að þú verður ekki með grímunu yfir nefið þá varstu vond manneskja eða þú varst ekki með 2 metra regluna þá varstu vond manneskja eða þú varst ekki nákvæmlega félagslegt aðhald. Félagslegt aðhald, þetta var alltaf bara stjórnlaust galið að vera að mynda fólk, maður sættir hérna myndbandin í Borgartúninu, það sem að vera að mynda fólk eitthvað hinum en hvað eru þeir mörg? Þau eru 12, það er 10 manna samkomubann og maður var bara eitthvað, þetta eitthvað geðveika? Og maður oft pælir í því svona hvernig gat fólk í Sovétríkjunum hagað svona og þá bara já, alveg rétt og við erum alveg jafn galin og ég held að réttrúnaðurinn hafi einmitt verið, í algríminu okkar til þess að svona ítti svona á það að við gátum rekið þessa bullstefnu í 2 ár og ég held að, og ég eins og segi sko, ég held að þetta Já, varstu á móti viðbröðum stjórnvalda á Íslandi í COVID? Já, eftir að við vorum, ég meina Þórólfur viðurkennda nú eiginlega bara í viðtali við mig að hálfu ári áður en að við afléttum að þá hefðu við átt að við aflétta út af því að það voru flesti bólusettir eða komin við mótefni og það var engin ástæða til að viðhalda takmarkunum en við gerum það áfram í hálft ár og erum náttúrulega súpa segið af því í húsnæðis og málunum og líka náttúrulega í félagslegum félagslegum afleiðingum það er nú ekki eins og ungi krakkar sé að stinga hvaðan annan í dag Ég held að þetta eigi rætur svona rekja til þess og ég eins og segi þetta búið að vera alveg stjórnlausgalið sem betur fyrr þetta að falla og ég fagna ekki kjöri Trump, mér þykir mjög vænt Bandaríkin en aftur á móti þá velti ég alveg fyrir mér hvort að svona bara manneskja sem að segja bara heyrðu fuck this, bara við erum bara búin með þetta þið megið væli eins og þið viljið hvort að það hafi þurft fyrir heiminn ég mér langar að segja nei en aftur á móti þá ég bara svona smá að hugsa bara já ok, það gæti þá bara haft einhverjar jákvæðar afleiðingar að þessi ruddi séu komin til valda Já ég var svo mörg að taka sko, já, ég veit það, ég veit ekki hvað þetta er svo stórt sko því að þú opnar ekki fjölmiðil í dag og ég er að tala bara mainstream fjölmiðil á þess að lesa ekki einhverju reglugerð sem hann er búin að þurrka út þróuna ást á Bandaríkjunum og hann er búin að, ég veit ekki hvað hann er búin að, þú veist og skaðin er svo mikill, það er svo mikil óhamingja og grimmd sem að fylgir þessum aðgerðum hann sko en þú veist, ég veit það ekki, kemur eitthvað gott út úr þessu, kannski, þú veist, ég veit það ekki það væri þá óskandi að þá komi eitthvað gott út úr þessu að því að Guð svo sannarlega þetta hræðilegt fyrir allan heiminn það það bara hann hræðilegur maður og ég veit ekki sko á hverju svona maður gengur eiginlega og hvernig kórar hann með í kringum sig ég bara svona oh my god Þetta stemming hérna við þurfum að ljúka þessu þú 1 mínútu hvað veist Ísrael og Gaza? Nei, ég að tjóki En mér finnst eitthvað sko Já, ég veit það ég ætlaði nefnilega að hleypa þér út sko Já. Þannig að við tökum það bara næst Já. Hvernig var það? Já Ertu mikið að tjáða það? Já, nei, ég bara almennt ekki mjög mikið einhvern veginn þessi misserinn að tjá mig ertu að meina á þú veist opinberlega Já. En ég hef skoðanir Já, ég sá bara að þú varst með Ísraelsfánan í töskunniðinni
Ha? Ég að stríða þér. Jésús. Hver stakk konumóni hjá mér? Herðu, Hanna, takk aðeinslega fyrir að koma, hangið þér næst. Já, takk fyrir mig, kærlega.